Stefán Haraldsson, þjálfari Fylkis í Ólafsdeild kvenna sem komin á línuna. Góður blessaður og sæll höfðingi. Sæll og blessaður meistari. Takk fyrir hlý orð. Já, og til hamingju með fyrsta sigurinn gegn Gróttu og líka bara orðinn barnsfaðir og allt að gerast. Já, það var reynda annar sigurinn. Við erum komið 2 sigurleiki. Já, alveg rétt. Og þetta var afturlendingu í fyrsta leik og fyrsta barni hár rétt þegar. Já. Mjög ánægilegt. Ég var allan með eitthvað á hreinu. Eitthvað rétt. Já. Þannig að þú ert að kynbæta Suðurlandið? Já, Suðurlandið, jú, ætli það ekki. Já. Reykjavík verður að telast nokkurn veginn á Suðurlandinu. Já. Það spurning hvort að, jú, móðin er svona alltaf frá Selfossi. Ég verð að gefa það. Já. Þú náttúrulega varst í akademínu og konaðin frá Selfossi, þannig að þú getur ekkert neitað að þú sért Suðurlandingur. Nei, ég ferði ekki ná það. Já. Herðu, en aðeins að Ólafsdeild kvenna og þessa fyrstu 2 umferðir, hvernig hefur þið fundist þessi Ólafsdeild kvenna farið af stað? Já, bara kemur svolítið skemmtilega stað, sko. Alveg bara klálega, fyrstu umferðinni að framvinnur FH með litlu mun. Kemur svolítið óvart. FH stelpunna það var staðið svolítið vel í fram í þeim leik. Nú, við Selfoss Káa stórleikur. Selfoss vinnur með minnsta mun, bara hörkuleikur og Káa greinilega með mjög öflugt lið og við klárum afturhendingu í svo sem ekkert fallegum handboltaleik. Það er mikið síður spennleik og svo sem Valur vinnur IBF og Stjarnan vinnur Hauka, kannski eftir bókinni og Grótta HK. Og svo annar umferðinni ár, svona merkileg úrslit, Káa fer illa með afturhendingu fyrir norðan. Já. Það kemur svolítið óvart og auðvitað kannski óvænt fyrir einhverja að við klárum Gróttu og Selfoss stendur vel í Val fyrstu duttumyndu. Ég frétti nú að markmaður Vals hefði átt bara besta leikinn á ferlinum. Já. Þáttur að vera góð fyrir, þannig að hafi gert Selfissingum meira fyrir. Þannig að Háka fer illa með Hauka. Þetta svona, úrslitin allan ekki að fara eins og spá var í byrjun. Nei, einmitt. Og sem náttúrulega bara getur ekki verið neitt annað jákvætt. Já. Held ég. Heldur að deildin í ár sé jafnari en síðustu ár? Sko, hún kannski ekki jafnari því að Stjarnan og Valur þau enda alltaf í 10 eftir sefna. Það er alveg bókað. Já. Og svo spurning með IBF fram. Svona þar á eftir. Og svo sem ég sýnist þetta að spila, svo þetta virðist þetta að vera bara pakki frá 5 til 11, sko. Já. Það lítur svolítið þannig út núna. Og eða 5 til 12 og hún hefði verið þannig. En svona, nú eru náttúrulega 12 liða deild og fáið fleiri leiki. Er ekki þjálfarar að fagna því og leikmenn líka? Því að þetta var svona svolítið fljótt að líða í fyrra, eða ekki? Jó, alveg klálega. Kannski það fjölgar náttúrulega ekki nema 2 leiki, en við eins og þessu Fylki fyrra þá vorum við með 4 leiki í tímabilið sem að töldu eitthvað fyrir okkur, sem við áttum eitthvað breyki í. Og það kannski Selfoss var skrifin á undan, náttúrulega með erlenda leikmann þá og við ekki neitt, sko. Voru skrifin undan eðlilega og þannig að við rauninni að horfa á 4 leiki í reyðlega vettur sem maður er eitthvað fútt í, það er náttúrulega hrikalegt, sko. Já. En núna er bara allt annað, við kannski erum að horfa á 6 leiki sem við hefum ekki fútt í, við hefum ekki sens í, þannig að allt hitt eru leiki sem við getum komið óvart eða kannski jafnvel eigum að vinna, sko. En þetta Fylkislið, þið styrktuð ykkur núna frá síðasta tímabilið ekki í sumar? Já, við náttúrulega bættum að þessu liðið og við kannski munna mest erlenda leikmann sem við fengum til okkar. Miðjumaður sem við fengum frá Ungverjalandi. Já. En hún meiðist á 15. mínútu á móti afturhaldingu og var ekki meira með í þeim leik. Hún skoraði nú bara 2 mörk í einn leik úr vítaköstum og var ekki með á móti Gróttunni og en það voru svona betri við með hana, það var stutt í hana eins og staðan í dag og ég reikna með henni bara fljótlega inn. Síðan fengum við í rauninni, við fengum 2 stelpur úr Haukum. Önnur nú sunnilegu, Díana Sigmarsdóttir, sem var frábær á manni Gróttu. Og svo fengum við Júlíu Sukovsku frá Val, ung stelpa unglingalög. Þannig við svona vorum að fá unga leikmenn sem voru að leita spiltíma sem fengar ekki í þeim liðin sem voru
Já, liðin úr neðri hlutunum í fyrra, já þau lið virðast öll hafa styrkt sig, já nema Selfoss kemur bara eiginlega með núna nýja stelpu bara upp. Já, sko, jú, það er náttúrulega rétt, en annars var náttúrulega ekki gleyma því að Selfoss styrkti sig vel fyrir síðastu tímabil. Mér er svolítið litið fram í því, ég meina Selfoss fekk fullt af flottu leikmönnum fyrir síðastu tímabil, fá Tinnisófín á línu, fá erlenda leikmann, fá Köru í hornið og draga inn á flott svona endurleikmenn. Þannig það má kannski segja að þegar þær kom inn í deildina í fyrra, kannski með svona smá forskot á hinliðin sem að þá í rauninni voru að starta bara með algjörlega sína leikmenn, sko. Já. En við kannski bæði við fáum inn 4 leikmenn núna, við náttúrulega missum 7. Það er svolítið líka gleymst í umræðinni, sko, við missum 4 leikmenn frá síðast tímabili, fáum inn 4. Og það menn eru mikið að tala að missa 1 leikmann og eitthvað svona, en við mistum 7. Og afturending náttúrulega tekur þess að 2 líka, því að bara ég held nú bara staðinu að þeim að vera svo góð, það var annað hvort að gera það eða bara hætta með liðið, sko. Já. Það bara vantaði leikmenn í æfingahóp og einhver gæði svona. Já. Og vonandi fyrir afturendingu að útlendingarnir eftir að spila betur, þeir hafa ekki, já, mínum að ekkert verið að líta neitt frábært út. Nei. Við miður, sko. Og bara vonandi fyrir afturendingu að þær komið sterkar inn, sko. Já. Alveg klálega. Þannig, og svo alltaf eins og segja, og þú segja alveg á rétt, svo Selfoss náttúrulega styrkir sig ekki núna, og missa rosalega góða leikmann út í Danmörku, Kristúni. Og það er náttúrulega rosalega dýrt fyrir þess. En Þuríður er ekkert síðri. Nei. Það er bara frábær leikmann líka. Mákona þín? Mákona mín. Já. Ekkert liðallir neitt. Nei. En hún er mjög góð og ég meina ef að þessi leikmenn alltaf heilir þá sé ég ekki alveg af hverju Selfoss ætti að vera með eitthvað slakara lið nú en fyrir. En nú eru liðin svona, já, sem að koma þarna inn í þetta eins og, já, Selfoss og Fylkir og fleiri lið. Þetta skipað rosalega ungum leikmönnum og er ekki álag á þeim og mikið? Þú veist, það eru náttúrulega að keppa í yngri flokkum líka alveg á fullu eða ráðar alveg við þetta? Já, sko, þetta snýst alltaf bara alltaf álastjórnin. Já. Það getur spilað í okkur mörgum flokkum og svona, en ef að þjálfarinn með alltaf reynu þá stjórnar hann klukkutímanum sem heiðir íþróttina. Og eins og segja, meðan þjálfarinn að spá í því, stjórna álæginu, þá á ekki að vera mikið mál að komast í gegnum þetta. Og þessi leikmenn eru líka allan hjá mér, þeir myndi ekki taka mál að vera kippt úr þriðaflokki eða kippt úr meistaraflokki, það bara kemur ekki til greina. Nei. En þá kannski er það staðinn, þessu í dag, voru nokkru leikmenn hjá mér sem að voru núna að taka í gær, voru að taka 5. leikinn sinn á 8 dögum. Þannig að þá bara gefið inn frí í dag og það fór frí aftur miðvikudaginn. Það er bara snýst aðeins sem að púnta bara og gefa þér frí þegar þarf og svo bara koma álagsbútar og svona skilur sem að maður það bara aðeins að stjórna. En það er kannski erfitt að segja aftur til Káa sem með eitthvað brjála unglið. Það er kannski ekki alveg rétt. Káa er alltaf með marga eldri leikmenn. Auðvitað unga stelpur frábæra markmann, Sunnu, ung stelpa alveg rosalega efnilegur og flottur mannmaður. Og afturending er ekki með unga leikmenn í sínu liði. Það er nú frekar allt svona þroskaða stelpur. En svo eru í, já, utandeild kvenna, þar eru, 6 lið skráð? Já, það er málið. Eru 6 lið. Er ég þar? Það er Grótta, já, og svo er lið náttúrulega Stjarnan, Haukar, IR, Fjólunar, Valur, FH og Víkingur. Já, ok. Ég er ekki inn í þessu. Nei. Og henda mér út? Jesus. Hvað segirðu? Já, það er búið að henda mér út? Já. Nei, ég segi svona. Já, ég er nú með hana líka. Fyrir svona þá leikmenn sem kannski fá ekki spila í meistara. En það er stutt í IR og stutt í Víking. Það er IR verður með á næsta ári á því sem ég veit. Já. Og ég er alveg svona pínu, ég hefði viljað fá þér inn núna. Það er góð séns fyrir núna, fullt af nýjum liðum og ennþá mörg lið í uppbygging og það er ennþá erfiðara fyrir að koma inn næst. Og verður öll þessi lið komin skrefin lengra, Selfoss og afturending og Káa og Fylkir. Það voru lengra bil fyrir að koma inn. Nema að þið fá einhverjum flotta leikmenn, sko, maður veit það ekki. En það er svona sem betur ekki mikið til þessum stann í dag.
Þannig að ég hefði kannski viljað fá það núna bara að taka stökki og geta bara fengið flotta leikmenn næsta ári og þannig að þeir sjá að þeim sé alvara í þessu sem þeir gera. Og svo Víkingur, vonandi fer eitthvað að gerast þar. Svona áður en ég sleppir úr Ólisdeild kvenna þá verði ég að leyfa þér að spá í næstu umferð. Já. Og ég ætla bara að byrja að segja með FH HK-leikinn sem næstkomandi föstudag. Já, viltu tölur eða bara úrslit? Þú mátt slumpa, hvað mikill markamunur? Sko HK FH lítið skoraði þinn leik. Já. Það verður ég hugsa að HK vinni 23-18. Já. Og svo það Selfoss. Þú að skrifa þetta niður og gefa mér eitthvað velun. Já, ég er að því núna. Já, aðeins sko. Selfoss IPVF. IPVF vinnur þann leik en þetta heimalegur Selfoss á þetta, já, ég hugsa að Selfoss drífa með eitthvað aðeins í byrjun. Þetta geti verið 26-20 fyrir IPVF. Já. Og svo það Afturelding Valur enninn höllinni. 30-14. 30-14. Já. Og Grótta KA Þór. Hertshöllinni klukkan 4. Grótta vinnur þann leik. Grótta tekur hann 24-20. Já. Og svo það, já, Haukar Fylkir sinnikvöllinni. Já, það er 40-20 fyrir Fylki. 40-20 fyrir Fylki? Nei, Haukarnir með frábært lið og ég hallast nú að þeirra sigri eins og það í dag. Það er náttúrulega að vinna, þeir eru með sterkara lið með. En vonandi getur við strítt þeim, ef ekki að segja bara 22-22. Já. Hálfskunnuleik. Nákvæmlega. Halldór Stefán, ég ætla rétt að spyrja þig út í deild karla. Já, að gera. Hvernig finnst þér sú deild fara af stað? Já, ég veit ekki. Ég er ekki alveg spenntur fyrir henni núna eins og í fyrra. Nei. Mér finnst lélulegin í deildinni vera svo rosalega léleg. Þetta er svo langt frá hinum. Já. En það er kannski eitthvað skilur sem breytist mjög flott eftir að þau eru kannski búin að spila sér saman. Nú komið ljóst að Daniel Berg verður væntanlega út tímabilið hjá HK. Og það er bara á mínu mati, ef þess að vera eitthvað leiðilegu mína gömlu félaga. Ég held rosalega mikið upp á HK og það er ekki væntu félagi að án Daniel Berg sé ekki fram á þeir halda sér upp í deild. Nei. Það er bara því miður. Hann var svona þeirra líflína og ESN sko. Og framarni með flotta þjálfari brúnni en bara rosalega ungt lið og getur verið rosalega erfitt fyrir þá og tekið tíma. Kannski flottir eftir áramót en þeir kannski svona náðu góðum punktum út í HK og kannski sem að tryggja þeim 7. sæti. Þetta getur verið dýripunktar fyrir HK að missa því að mistu náttúrulega Danna líka. Þessi tvö lið verða langt í vetur, það er alveg hreinu. Já. Og svo getur það spennandi pakki hérna uppi. Þetta er Valur og FH, Haukar, IS, IPVF, þessi 5 lið. Og ég hallast að ég er búinn að segja að alla Valur vinni. Ég spáði alla Valur vinni, mér langar að setja smá press á Óla. Að setja press á kallinn og kunna það. En ég held samt að FH vinni. Ég er hallast að og IPVF í þriðja, Haukarnir eru flott og endi 5. sæti komast í úrslitin. Það er eitthvað að segja með það. Já. En það er bara spá eftir tóleiki, það er erfitt að spá eftir tóleiki. Maður sér það kannski betur áramótin þegar liðin eru svona búin að spila sér saman betur. En hvaða lið eru að fara að berjast það að komast í úrvalsdeildina úr fyrst til karla? Ég myndi segja Stjarnan. Stjarnan lítur mjög vel út og þeir fara beint. Síðan, það er liðuna, 9 liðin sem kom inn núna, þau eru bara alls ekki slæm. Og IH er bara með hörku lið og geti bara gert góða hluti í þessu. Selfoss er ekki upp. Ég skal leta skóum minni í byrjunutinu við það ef Selfoss er upp. Já. Og skrifa það niður líka. Já. Og Halldór Stefán geta skó. Þetta er Grótta, þetta er Stjarnan. Og það verður svona 2 sterkustu lið, Víkingur og þetta Afturelding. Ekki glemma þeim. Ég held að Stjarnan væri beint upp. Ég hallast að ef ekki Stjarnan og Afturelding. Og svo verður það Afturelding og Grótta sem þessi 3 lið verða í þessu baráttu. Ég hallast að Stjarnan vinni deildina og Afturelding komist í umspilið og vinni það. Við stöðum að Halldór Stefán Haraldsson þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Já, takk fyrir að nenna að ringi mig. Það nenni aldrei að ringi mig.
Og hvetjum allan til þess að mæta og fylgjast með Ólafsdeild kvenna því að hún held ég, svo allra skemmtilegasta deildin þetta árið. Já, að gera það, bara að vera miklu jafnari og svo náttúrulega líka bara að þú veist, mér finnst alltaf litið niður á kvennaíþróttir á Íslandi, þú veist, kvennahandbolti vinsælli en karlahandbolti í Noregi og það ástæða fyrir því að sportið bara svona, það hægara og auðvitað að fylgjast með í kvennaboltanum og verður fyrir vikið svolítið skemmtilega, þannig að að gera kíkja leikið. Þetta líka framtíðarstelpunum okkar. Já, alveg bara klálega á þessu selfisingar sko, þú veist, ef að selfisingar flikki ekki lið og baku sitt lið þá hann bara eitthvað með allar svo flottu stelpur og rosalega margar fallegar og flottar stelpur, bæði fallegar og flottar á leiðinni, að það var bara lélegt ef þeir geti ekki flytt lið á baku það, það bara lélegt. Halldór Stefán, þakka þér kærlega fyrir og bara fylgi vel. Segja það, eru bara Selfoss líka á öllum, Þakka þér fyrir. Segja það, Já, eins og ég sagði minni á næstu umferð, það bara þannig á næstkomandi föstudag, það FH HK í Kaplakrika klukkan 7:30, Selfoss IBVF klukkan 7:30 á laugardaginn á Selfossi og í N1-höllinni klukkan 7:30 á sama tíma Afturhelding Valur í Mosfellsbæ. Hertz-höllinni í Seltjarnarnesi þá það Grótta KA Þór klukkan 4 og í Sjeniköllinni það Haukar Fylkir klukkan 4 og það eru fleiri leikir náttúrulega í gangi í Ólafsdeild karla og fyrstu karla, við fyrir nánar í það og eftir við spjöllum við Lúþer Gesson hjá sport.is en hann næstur á dagskrá, hann farið ekki langt. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.